Góðan dag. Þið vitið örugglega öll hvað ég heiti, en ég heiti Bjartur. Ég ætla hér að kynna verkefnið mitt sem ég skýrði eitt lítið leikjasviðsljós. Sem sagt, leikurinn sem ég ætla að kynna fyrir ykkur heitir League of Legends. League of Legends er risa fjölspilanda net hlutverkaleikur, eða á ensku er það stytt sem MMORPG. Þegar þú byrjar leik, þá getur þú valið marga karaktera til þess að spila sem. 3 dæmi karaktera sem þú getur spilað heita Aatrox, Kai'Sa og Rakan. Þetta eru mínir 3 uppáhalds karakterar. Aatrox spilar í toppbrautinni og jungle, en ég fer yfir hvað það er eftir smá. Kai'Sa spilar í neðstu brautinni og Rakan spilar sem aðstoð í neðstu brautinni, eða support, ef nota skildi orðin sem þetta er kallað inn í leiknum. Leikurinn snýst það að keppa sem lið á hverju mappi fyrir sig og vinna saman við það að taka niður turna óvinarins og komast að aðalverkið þeirra. Hvert mappi skiptir nokkrar brautir. Þú getur valið 3 maps. Summoner's Rift, það er svona upprunalega mappið þar sem það er 5-5 og mappinu skiptir 3 brautir og 1 frumskóg, eða jungle, eins og það er kallað inn í leiknum. Síðan er það Twisted Tree Line. Það er örlítið nýrra mapp sem hefur aðeins 2 brautir og leikirnir á því mappi taka styttri tíma en á Summoner's Rift. Síðasta mappið heitir ARAM, sem er stytting á All Random All Mid. Á því er valið að handahófi karaktera fyrir alla. Mappið er aðeins 1 stór braut og leikirnir taka oftast mjög stuttan tíma. Í hverju braut birtast litir bláir og rauðir gaurar. Þeir heita minions og þeir bláu eru með þeir í liði. En þeir rauðu eru á liði óvinarins. Þú drepur þessu rauðu til þess að fá gull til að kaupa hluti. Fremstu minionnar eru sverðbardaga minions. Þeir gefa 21 gull. Þessi aftari eru galdakallar, eins og mér finnst gaman að kalla það. Þeir skjóta frá fjarlægð og gefa 14 gull þegar þeir eru drötnir. Síðan eru það fallbyssustjórnendur, en við í leiknum kallum þá bara cannons. Þeir koma aðeins í 3. hvert skipti sem minionarnir koma. Þeir gefa 60 gull sem hækkar yfir tíma. Stundum enda á því að gefa 160 gull hver. Það er aðeins handfylli af karakterum sem virka í jungle. Þeir eru kallaðir junglers og þeir hjálpa öllum brauturum. Í frumskóginum eru skrimsli sem junglers drepa til að fá gull til að kaupa hluti til að vera sterkari. Vá, þetta var mikið að til að. Karakterar sem virka sem junglers eru þeir sem hafa gott wave clear eða sem sagt geta auðveldlega dreipið marga í einu. Einnig er gott eða þeir hafi innbyggðan kraft til að stela lífi frá óvinum, lifesteal, eða gefa sjálfum sér meira líf að einhverjum máta. Dæmi nokkar sem eru mjög góðir junglers heita Warwick, Master Yi, Jax og Kha'Zix.